Nú ætlum við að gera Ishiyaki barbecue og íslensku grjóti. En nú ætlum við að gera Ishiyaki nautastek og það sem við þurfum er náttúrulega stein og það er hægt að kaupa sér steina í þetta, en ef maður á ekki þá er þetta að bjarga sig með íslensku grjóti. En þegar maður notar íslensk grjót þá verður maður að sótthreinsa það og þá lætur maður að sjóða í potti góða stund. Svo setur það yfir eld. Láta það hitna vel, það þarf alveg 200 gráður. Gott nautakjöt. Við gerum það. Við erum með feitt ribeye. Við getum rauninni bara að nota það sem er sýnalaust. Hreinsum allar. Þennan rétt út í Japan væri notað Wagyu eða Kobe nautakjöt sem er mjög feitt. Það skerum það í þunnar sneiðar. Þá kjötið til, þá þurfum við að gera litla dipping-sósur. Ein sósan er bara sojasósa, sushi soja. Ögn af hvítlauki. Og smá púðursykur. Sweet chili. Og síðasta light soja. Fiskisósa. Og sýra chilisósa. Svo gerum við smá soð sem kantarellusveppi fyrir umami. Light soja. Fiskisósu. Og smá vatn. Smá chilisósu. Svo endum við að setja smá tom yum paste sem er bara svona engifer, hvítlaukur og allt þessi góðu asísku brauð, lemongrass. Hann er 100 gráður eða meira. Svo er þetta soðið til að gera núðlurnar. Taka spagetti fyrir það. Svo setjum við, þetta gefur bragð. Svo setjum við hérna núðlur í. Sem ekki verið þetta bragð. Ekki núið við þetta. Já, ég vil að sjóða þér. Svo takk ég kjöt. Mér langar núið. Þetta verður svona... Það er svona... Þetta er tilbúin, gafið. Svo er núðlurnar tilbúnar. Og setjum við á afskurðinn af kjötinu til að fá gott bragð. Það er nú að setja á það. Þetta er heitt. En það er reglan ef þú gerir þetta í soðinu. Þá tekur kjötið og segir shabu, shabu. Shabu, 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 shabu. Það betur rosa. Það er svona svona... Sterk. Þessi sem bara hrátt kjöt. Já, þetta er vant. Þetta er ekki sterk. Kemur svona nautakjöt sko. Þetta er rosa sterk. Veit það er núið með. Já. Þetta er.
Kanntu að segja? Shabu, 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 shabu. Nei, kannski